Góðan dag og komið í sæl. Næstu 20 mínútur eða svo ætla ég að kynna fyrir ykkur aðgerðina fyrstu fasteign. En tilgangur fyrstu fasteignar að aðstoða ungt fólk við að koma eigin þaki yfir höfuðið. Það gert með skattfrjálsri nýtingu séreignarsparnaðar í 10 ár til öflunar fyrstu fasteignar og með þessu stórt skref stigið til að draga úr vægi verðtryggðra fasteignalána. Stóra myndin hins vegar þessi. Fyrsta fasteign kemur í beinu framhaldi leiðréttingar á verðtryggðum fasteignalánum en núna sjónum beint að ungu fólki sem að stofna nýtt heimili. Kjarni frumvarpsins byggir á skattfrjálsri nýtingu séreignarsparnaðar í áratug til söfnunar eiginfjár, til niðurgreiðslu höfuðstóls eða lækkunar greiðslubyrði fasteignaveðlána við fyrstu kaup. Það eru 4 hlutir sem við skulum leggja áherslu á. Fyrsta, 10 ára skattleysi við nýtingu séreignarsparnaðar við öflun fyrstu fasteignar og aðgerðin þar með liður í því að styrkja séreignastefnu. Það sérstakur hvati til töku óverðtryggðra lána þar sem nýta má séreignarsparnað bæði til lækkunar höfuðstóls og afborgana yfir 10 ára tímabil og að síðustu með aðgerðinni óverðtryggð fasteignalán gerð að samkeppnishæfu lánafyrirkomulagi við verðtryggð lán en aðgerðin tekur engu að síður bæði til verðtryggðra og óverðtryggðra lána. Og það rétt að geta þess að samhliða frumvarpi til laga stuðning til kaupa á fyrstu íbúð verður lagt til að gildandi úrræði við nýtingu séreignarsparnaðar úr leiðréttingarleiðinni verði framlengt úr 2 ár úr 3 árum í 5 ár og að sama skapi mun frumvarp takmörkun 40 ára verðtryggðra jafngreiðslulána verða lagt fram. Tilgangurinn eins og áður kom fram að auka húsnæðissparnað, auðvelda fyrstu kaup á fasteignamarkaði og þetta mun að sjálfsögðu styrkja stöðu ungs fólks í samfélaginu samhliða sem þetta dregur úr vægi verðtryggingarinnar. Aðgerðin gagnast fyrst og fremst ungu fólki sem að stíga sín fyrstu skref á fasteignamarkaði og hún beinist að fyrstu íbúðarkaupendum og eykur getu þeirra til að kaupa fasteign í stað þess að leigja fasteign. Aðgerðin í eðli sínu vinnuhvetjandi enda frumvarpið byggist á nýtingu séreignarsparnaðar til öflunar fyrstu fasteignar til að lækka höfuðstóla og afborganir en aðgerðin vel að merkja algerlega óháð lánsformi. Höfum þetta í huga að full þáttaka í úrræðinu ígildi skattalækkunar. Fyrir flesta þáttakendur skattalegt hagræði úrræðisins metið eins og 3% launahækkun í 10 ár. En byrjum á byrjuninni. Frumvarpið festir séreignastefnuna í sessi og dregur úr skuldsetningu þeirra sem það nýta. Því með skattfrjálsri ráðstöfun séreignarsparnaðar við öflun fyrstu fasteignar eignamyndun flýtt verulega auk þess sem afborganir lána lækka eins og við drögum fram á mörgum dæmum hér á eftir. Í fyrsta kafla drögum við fram þjóðhagslegt samhengi aðgerðarinnar og ræðum aðeins markmið og einstaka tillögur aðgerðarinnar. Byrjum á því. Aðgerðin eins og allar góðar efnahagsaðgerðir byggist á stöðugleika í hagstjórn og markviss vinnubrögð stuðla að stöðugu verðlagi. Eins og fram kom í upphafi fyrsta fasteign lögð fram í beinu framhaldi leiðréttingar á verðtryggðum fasteignalánum en núna eins og fram hefur komið sjónum sérstaklega beint að þeim sem ekki eiga fasteign, ungt fólk sem að stofna ný heimili. Ef við skoðum aðeins ytri aðstæðurnar þá hefur á síðustu árum orðið kröftugur efnahagsbati og fyrir liggur að verðbólga hefur verið innan verðbólgumarkmiðs Seðlabanka Íslands undanfarna 30 mánuði í röð. Að sama skapi, ef við veltum fyrir okkur skuldum íslenskra heimila sem hlutfall af landsframleiðslu þá hafa þær lækkað þriðjung frá efsta gildi og núna lægri en þær voru skömmu eftir síðustu aldamót. Hvað varðar ungt fólk þá hefur orðið breyting á búsetu þeirra og hlutfall ungs fólks á leigumarkaði hefur hækkað úr 12% árið 2005 í réttum 31% 2014. Séreignastefnan hefur verið á undanhaldi hjá ungu fólki. Ef við skoðum stuttlega íbúðaverð eða þróun fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu þá getum við sagt að erfiðleikar eða áskorðanir við fyrstu íbúðarkaup fyrst og fremst lítið framboð af minni eignum
sem hafa hækkað langsamlega mest í verði eins og dregið fram á myndinni fyrir aftan mig, samhliða kröfu aukið eigið fé og strangari greiðslumöt en áður. Hækkun lífeyrissjóðsiðgjalda í 15,5% mun á næstu árum og misserum auka verulega svigrúm yngsta aldurshópsins til þess að nýta séreignarsparnað tímabundið inn á húsnæðislán. Við vitum á aldursbilinu rétt eftir tvítugt þar til töku ellilífeyris hefst við 67 ára aldur erum við að safna réttindum í lífeyrissparnað sem tryggir okkur síðan ævilangan lífeyri í gegnum samtryggingarkerfi. En til viðbótar við það erum við með séreignarsparnað og í dæminu hér er launamaður sem greiðir í séreignarsparnað alla sína ævi 2% framlag og síðan 2% mótframlag frá vinnuveitanda og í ljós kemur að tekjur þessa einstaklings þegar hann hefur töku ellilífeyris hér eru hærri en launin sem hann var með undir lok starfsferilsins við 67 ára aldur. Þetta þýðir að hjá einstaklingi sem byrjar að safna í séreign geta eftirlaunin orðið hærri en lokalaunin og þess vegna getur verið hagkvæmt að nýta hluta séreignarsparnaðar fyrr á æviskeiðinu og það er það sem aðgerðin fyrsta fasteign snýst fyrst og fremst um. Skoðum það aðeins nánar. Það er æskilegt að nýta hluta af þessum séreignarsparnaði til að lækka skuldsetninguna fyrr á æviskeiðinu eftir laun verða engu að síður hærri en laun voru í lok starfsævi. Á síðustu glæru sýndum við fram á að í dæminu sem við tókum þar eru eftirlaunin 23% hærri en lokalaun við starfslok. Og nú getum við spurt okkur spurningarinnar. Hvað gerist fyrir ungt fólk sem tekur 10 fyrstu ár starfsævi sinnar til þess að greiða inn á fasteignalán allan séreignarsparnað sinn frá 25 ára aldri til 34 ára aldurs. Í ljós kemur að þrátt fyrir að þessir einstaklingar fullnýti úrræðið fyrstu fasteign verða eftirlaun þeirra engu að síður 113% eða 13% hærri en lokalaunin þrátt fyrir að séreignin sé fullnýtt til innborgunar frá 25 til 34 ára aldurs. Og þetta er kjarninn í því sem á eftir kemur. Við teljum að það sé æskilegt að nýta hluta séreignarsparnaðar snemma á lífsleiðinni til þess að lækka skuldsetningu við fasteignakaup og lægri skuldsetning mun samhliða draga úr mánaðarlegum afborgunum þeirra sem þátt taka í úrræðinu fyrsta fasteign og við fullnýtingu aðgerðanna í áratug við upphaf starfsævi verða lífeyrisgreiðslur engu að síður hærri en laun síðustu árin á vinnumarkaði og þetta er algjört grundvallaratriði fyrir allt það sem á eftir kemur. Nú kynni einhver að spyrja, hvernig viljum við hafa áhrif á greiðslubyrði og þróun eftirstöðva lána? Skoðum það aðeins nánar. Staðreyndin er þessi að óháð lánsformi, hvort er að ræða verðtryggt eða óverðtryggt lán, er ráðstöfun séreignarsparnaðar öflugt tól til lækkunar á mánaðarlegri greiðslubyrði og lækkunar höfuðstóls, eftirstöðvar höfuðstóls. Tökum dæmi hér af verðtryggðu láni. Myndin sýnir mánaðarlega greiðslubyrði verðtryggðs láns yfir 40 ára líftíma lánsins. Þeir sem fullnýta úrræðið til innborgunar á höfuðstól munu sjá þetta gerast við mánaðarlega greiðslubyrði sína út 40 ára líftíma lánsins. Sama lán eftirstöðvar þess til 40 ára, verðtryggt lán til 40 ára. Þeir sem fullnýta úrræðið fyrsta fasteign til ráðstöfunarinn á höfuðstól munu sjá eftirstöðvar sínar þróast á þennan máta hér. Úrræðið er óháð lánsformi, svo nú tökum við dæmið að óverðtryggðum lánum. Hér má sjá mánaðarlega greiðslubyrði óverðtryggðs láns, par með 800.000 krónur í heimilistekjur sem fullnýtir úrræðið, mun sjá mánaðarlega greiðslubyrði sína þróast með þessum hætti út líftíma lánsins. Og að sama skapi eftirstöðvar óverðtryggðs láns til 40 ára, par sem fullnýtir ráðstöfunina mun sjá eftirstöðvar lánsins þróast með þessum hætti og við skoðum þetta á nánari máta hér rétt á eftir. Kjarni máls er nefnilega þessi.
Nýting skattfrjáls séreignarlífeyrissparnaðar hefur ráðandi áhrif á fjárhagsstöðu og auðveldar fyrstu fasteignakaup með lægri afborgunum og lægri eftirstöðum lána út líftímann. Við höfum sýnt fram á að vegna breytinga á lífeyrissjóðsiðgjöldum í 15,5% getur beinlínis verið skynsamlegt fyrir ungt fólk að taka hluta af séreignarsparnaði sínum og færa hann fram í tíma og til öflunar á fyrstu fasteign og nýta þannig séreignarsparnaðinn fyrr á æviskeiðinu. Við höfum ennfremur sýnt fram á að með höfuðstólsleiðinni, með því að greiða inn á höfuðstól lána með skattfrjálsum séreignarlífeyrissparnaði við hver mánaðamót, lækka eftirstöðvar lána verulega yfir allan lánstímann og að sama skapi mun lækkun eftirstöðva hafa ráðandi áhrif á mánaðarlega greiðslubyrði eins og við sýnum í nokkrum dæmum hér á eftir. Boðaðar aðgerðir fanga því nokkur þjóðhagsleg markmið samhliða. Þau stuðla að heilbrigðari skuldahlutföllum heimila og getu til fjárfestingar ungs fólks í sinni fyrstu fasteign. Aðgerðin er algjörlega óháð lánsformi og aðgerðin skapar beinan hagrænan hvata til aukinnar óverðtryggðrar fjármögnunar með nýtingu skattfrjáls séreignarsparnaðar til niðurgreiðslu höfuðstóls og lækkunar afborgana. Og með nýtingu úrræðisins lækkar greiðslubyrði lána verulega eins og við höfum dregið fram og valfrelsi er algjört lykilatriði. Hver og einn velur hvað hentar honum best, hægt er að nýta aðgerðina á marga mismunandi máta eins og við drögum fram hér á eftir. Nú er eðlilegt að sú spurning vakni, hvernig verður þessum markmiðum náð? Lausn vandans er þríþætt. Skattfrjáls séreignarsparnaður er nýttur til öflunar eigin íbúðarhúsnæðis, innborgunar á höfuðstól eða til lækkunar afborgana í 10 ár. 3 leiðir. Fyrsta leiðin, sparnaðarleið. Hver og einn getur einfaldlega nýtt skattfrjálsan séreignarsparnað til þess að mynda sér eigið fé til kaupa á íbúðarhúsnæði síðar á lífsleiðinni í 1 til 10 ár. Í annan stað, höfuðstólsleið, regluleg innborgun, mánaðarleg til dæmis, á höfuðstól verðtryggðra og óverðtryggðra lána og í það er nýttur skattfrjáls séreignarlífeyrissparnaður. Og að síðustu, blönduð leið sem er innborgun á höfuðstól og innborgun til lækkunar greiðslubyrðar og byggir á skattfrelsi séreignarsparnaðar í alltaf 10 ár til að greiða niður höfuðstól óverðtryggðra fasteignalána og lækka mánaðarlega greiðslubyrði og við skoðum það hér rétt á eftir. Heimildin að baki fyrstu fasteign er varanleg. Eftir að hún hefur verið virkjuð má nýta skattfrelsi séreignarsparnaðar í 10 ár sem yfir tíma mun stuðla að kerfisbreytingu lána heimilanna með færslu úr verðtryggðum yfir í óverðtryggð lán. Aðgerðin nær til allra íslenskra launþega sem ekki hafa átt fasteign og áætlanir gera ráð fyrir að á fyrstu árum verðum 14.000 manns sem munu nýta hana og árlega munum 2.000 manns bætast inn í hóp þeirra sem munu nýta aðgerðina á hverjum tímapunkti. Fyrsta fasteign er hönnuð til þess að koma til móts við ungu kynslóðina og bæta samhliða húsnæðislánakerfið á Íslandi. Aðgerðin er skilyrt, hún er samkvæm og hún er heildstæð. Allir sem fjárfesta í fyrstu fasteign og eru launamenn eiga rétt á úrræðinu. Hún er samkvæm þar sem sama skattlausa hlutfall launa kemur frá öllum þáttakendum í aðgerðinni og að síðust er hún heildstæð þar sem hún tekur til alls íbúðarhúsnæðis til einkanota á Íslandi. Samandregið, fyrsta fasteign gildir fyrir alla launþega sem ekki hafa átt fasteign. Tugþúsundir manna geta eða munu geta nýtt sér hana til þess að auðvelda sér fyrstu kaup. Heildarumfang aðgerðarinnar er metið 50 milljarðar króna og allir launþegar sem ekki hafa átt fasteign geta nýtt sér hana. Við gerum ráð fyrir að 14.000 manns muni taka þátt í úrræðinu á fyrstu árum þess. Svo við tökum dæmi af pari, þá geta þau nýtt 10 milljónir króna af skattfrjálsum séreignarsparnaði sem þau geta greitt inn á fasteignalán eða til þess að safna höfuðstól
yfir 10 ára tímabil, þáttaka í úrræðinu jafngildir 3% skattalækkun í áratug fyrir þá sem taka þátt og úrræðið eins og fram hefur komið mun gilda í áratug. Veltum núna fyrir okkur áhrifum frumvarpsins. Séreignarsparnaðurinn, eins og fram kom áðan, er nýttur fyrr á æviskeiðinu til hraðari eignamyndunar. Aðgerðin skapar þannig hagræna hvata fyrir ungt fólk til að eignast fyrstu fasteign og gerir óverðtryggð lán af raunhæfum valkosti við hinn svokölluðu Íslandslán. Í þessum kafla reynum við að meta fjárhagslegan ávinning heimilanna og enn fremur afleidd áhrif á skuldastöðu íslenskra heimila. En byrjum á þessu. Framlag í séreignarsparnað er ákveðið hlutfall af launatekjum og framlag breytist út frá heimilistekjum og hvort eina eða tvær fyrirvinnur á heimili, allt mjög eðlilegt. Tökum 2 dæmi. Fyrst af pari í sambúð. Mánaðarlegar heimilistekjur 800.000, framlag í séreign á mánuði 48.000. Þessi fjölskylda getur nýtt 576.000 krónur á ári til að greiða inn á höfuðstól, lækka afborganir eða til þess að safna sér fyrir útborgun í íbúð. Annað dæmi af einstaklingi sem er með 500.000 krónur í mánaðartekjur, framlag í séreign á mánuði 30.000, þessi einstaklingur getur nýtt 360.000 krónur á ári með sama hætti. Eins og fram hefur komið er að tefla þríþætta lausn. Sparnaðarleið fyrir þá sem vilja spara fyrir útborgun, höfuðstólsleið fyrir þá sem vilja borga niður höfuðstól annaðhvort verðtryggðra eða óverðtryggðra lána og að síðustu blönduð leið fyrir þá sem vilja taka óverðtryggð lán með áþekkri mánaðarlegri greiðslubyrði og hinn svokölluðu Íslandslán. Sýnum þetta betur á eftir. En brjótum vandann niður í smærri einingar. Skoðum fyrst hina svokölluðu sparnaðarleið. Hvað er það? Jú, skattfrelsi séreignarsparnaðar nýtt í 1 til 10 ár til að byggja upp eigið fé til öflunar fyrstu fasteignar. Tökum dæmi. Fyrst af einstaklingi. Einstaklingi sem er með 400.000 í mánaðartekjur, nýtir úrræðið í 8 ár, getur safnað sér ríflega 2,3 milljónum króna skattfrjálst sem nýta má til öflunar fyrstu fasteignar. Sama dæmi af pari, heimilistekjur 800.000 krónur, parið safnar í úrræðinu í 5 ár, safnar sér upp 2,9 milljónum króna af skattlausum séreignarsparnaði sem það getur nýtt til innborgunar á sína fyrstu fasteign. Í annan stað er það höfuðstólsleið og hún er gild bæði fyrir verðtryggð lán og óverðtryggð lán, þannig að við þurfum að fjalla bæði verðtryggð og óverðtryggð lán í því sem á eftir kemur. Byrjum á verðtryggðum lánum. Vinstra megin er sýnd mánaðarleg greiðslubyrðis verðtryggðs láns til 40 ára, á hægri hönd eftirstöðvar þessa sama láns yfir 40 ára lánstíma. Fyrir par með 800.000 í mánaðartekjur sem fullnýtir höfuðstólsleiðina verða áhrifin á mánaðarlega greiðslubyrði verðtryggðra lána þessi og áhrifin á eftirstöðvar verðtryggðra lána þessi, er að ræða verulega lækkun í hvoru tilviki fyrir sig. Höfuðstólsleiðin gildir einnig fyrir óverðtryggð lán. Á vinstri hönd sjáum við mánaðarlega greiðslubyrði óverðtryggðs láns til 40 ára, á hægri hönd eftirstöðvar óverðtryggðs láns til 40 ára, par með 800.000 krónur í mánaðartekjur sem fullnýti sér höfuðstólsleiðina mun sjá mánaðarlega greiðslubyrði og eftirstöðvar óverðtryggða lánsins þróast með þessum hætti. Í báðum tilvikum er að ræða verulega lækkun yfir lánstíman. Að síðustu er það blönduð leið og hún er sett fram fyrir nýja lántakendur sem vilja forðast verðtryggð Íslandslán, taka óverðtryggð lán en ná engu að síður að vera með upphafs greiðslubyrði Íslandsláns eins og við sýnum myndrænt á næstu myndum. Kjarni máls er þessi. Blandaða leiðin gerir óverðtryggð lán aðgengilegri fyrir þorra lántakanda og gerir þeim kleift að lækka upphafs greiðslubyrðina fyrstu árin til jafns við Íslandslán, sem er ekkert annað en beinn
hvati til töku óverðtryggðra fasteignalána. Skoðum það aðeins nánar. Við vitum að Íslandslán eru vinsælasta form til fasteignakaupa og hvers vegna er það? Jú, vegna lágrar greiðslubyrði fyrstu árin þrátt fyrir mikla hækkun höfuðstóls og afborgana yfir tíma. Og þetta er sýnt hérna myndrænt. Verðtryggða Íslandslánið er með lægri greiðslubyrði en sambærilegt óverðtryggt lán fyrstu 14 árin en hærri greiðslubyrði þar sem eftir lifir af 40 ára lánstímanum í 26 ár. Með blandaðri leið má draga úr muninum á afborgunum Íslandslána og óverðtryggðra lána fyrstu 10 ár lánstímans og takmarka þar með áhrif verðbótaþáttar og vaxta og hækkun höfuðstóls yfir 40 ára lánstíma. Og það virkar svona. Með blandaðri leið er mánaðarleg greiðslubyrði verðtryggðra Íslandslána og óverðtryggðra lána sú sama fyrstu 10 árin og greiðslubyrði óverðtryggðra lánsins er lægri síðustu 30 ár lánstímans miðað við dæmið sem tekið er hér. Óverðtryggða lánið hermir einfaldlega afborgunarferil Íslandslánsins. Og eftir sem áður veruleg lækkun mánaðarlegrar greiðslubyrði, veruleg lækkun eftirstöðva yfir 40 ára lánstíma. Skoðum þetta aðeins nánar. Í blandaðri leið er lagður fram beinn hvati til óverðtryggðrar fjármögnunar. Greiðslubyrði óverðtryggðs láns verður sú sama eða lægri en verðtryggs Íslandsláns allan lánstíman. Í blandaðri leið er skattfrjáls heimild til ráðstöfunar séreignarsparnaðar nýtt til að herma eftir lægri greiðslubyrði Íslandslána og gerir þar með óverðtryggt lán að raunhæfum valkosti fyrir þá sem það kjósa. Valfrelsi er nefnilega lykillinn í aðgerðinni. Hverjum er í sjálfsvald sett hvernig samsetningu valkosta hann velur yfir 10 ára tímabil, hver og einn velur einfaldlega þá leið sem hentar best hverju sinni. Fjárhæð séreignarsparnaðar til eigin fjármyndunar í húsnæði er metið 50 milljarðar króna á 10 árum í grunnsviðsmyndinni. Við gerum ráð fyrir að 14.000 launþegar taki þátt í úrræðinu á fyrstu stigum þess, þar af ríflega 10.000 sem ekki spara í séreign í dag. Árlegt tekjutap hins opinbera er metið 1,5 milljarður á ári eða 15 milljarðar yfir 10 ára tímabil og nýr séreignarsparnaður vegna þátttöku í úrræðinu er metinn rétt 33 milljarðar króna á 10 árum. Einkaneysla mun dragast lítillega saman vegna aukinn sparnaðar ungs fólks en áhrif þess á landsframleiðslu eru metin smávægileg. Drögum þetta saman. Boðaðar aðgerðir fanga samhliða nokkur þjóðhagsleg markmið, stuðla að heilbrigðari skuldahlutföllum heimila og auka virkni stýritækja Seðlabanka Íslands. Þau lækka greiðslubyrði lána verulega, eins og við höfum sýnt myndrænt, lækka verulega höfuðstól lána sem dregur úr heildarskuldsetningu heimilanna og á sama tíma vegna inngreiðslu og höfuðstól er verið að auka endurgreiðsluhraða lána, auka eignamyndun ungs fólks í fasteign. Og sem dæmi, fyrir þáttakendur er skattalegt hagræði ígildi 3% launahækkunar í 10 ár. Og fyrir hjón sem geta fullnýtt sér úrræðið er skattalegt hagræði og framlag launagreiðenda ígildi að núvirði 5 milljóna króna á 10 árum. Það munar sannanlega minna. Niðurstöðurnar eru þessar. Frumvarpið byggir á nýtingu skattfrjáls séreignarsparnaðar til öflunar fyrstu fasteignar til að lækka höfuðstól og afborganir eða til að safna eigið fé til kaupa á fasteign og þetta er algjörlega óháð lánsformi. Gildir bæði fyrir verðtryggð og óverðtryggð lán. Fyrsta fasteign gildir fyrir alla launþega sem ekki hafa átt fasteign. Og við vitum að þetta úrræði kemur í beinu framhaldi við leiðréttinguna á verðtryggðum fasteignalánum en núna er sjónum beint að ungu fólki sem er að stofna ný heimili.
Tilgangurinn að auka húsnæðissparnað og auðvelda fyrstu kaup á fasteignamarkaði eins og við höfum dregið fram í mýmörgum dæmum hér rétt á undan. Aðgerðin gagnast fyrst og fremst ungu fólki, aðgerðin beinist að fyrstu íbúðarkaupendum og eykur getu þeirra til að kaupa fasteign í stað þess að leigja fasteign. Aðgerðin vinnuhvetjandi í eðli sínu og byggist enn og aftur á nýtingu skattfrjáls séreignarsparnaðar í áratug til öflunar fyrstu fasteignar. Umfangið eins og fram hefur komið, aðgerðin nær til allra launþega sem ekki hafa átt fasteign, gerum ráð fyrir 14.000 manns nýtana á fyrstu stigum þess, árlega munu 2.000 manns bætast inn í úrræðið. Við sýndum fram á með óyggjandi hætti að vegna hækkunar lífeyrissjóðsiðgjalda í 15,5% getur beinlínis verið skynsamlegt fyrir ungu kynslóðirnar að nýta hluta séreignarsparnaðar fyrr á æviskeiðinu til öflunar fyrstu fasteignar. Við sýndum fram á að innborgun á höfuðstólsláns hefur ráðandi áhrif á þróun eftirstöðva þess yfir 40 ára tímabil og að sama skapi að innborganir hafa ráðandi áhrif til lækkunar á mánaðarlegri greiðslubyrði verðtryggðra og óverðtryggðra fasteignalána. Leiðin þríþætt. Í fyrstu sparnaðarleið þar sem hægt að nýta skattfrjálsan lífeyrissparnað til þess að leggja til hliðar fyrir útborgun í fasteign. Í annan stað höfuðstólsleið sem regluleg innborgun á höfuðstól, sama hvort að ræða verðtryggð eða óverðtryggð lán, og að síðustu blönduð leið sem við fórum ítarlega yfir, sem innborgun á höfuðstól og lækkun mánaðarlegrar greiðslubyrðar óverðtryggðra lána til jafns við hin svokölluðu Íslandslán. Samhengi hlutanna þetta. Það sama aðferðafræði, nýtt og nýtt var í séreignarhluta leiðréttingarinnar. Samtals munu því 51.000 manns nýta sér séreignarleiðir til innborgunar á fasteignalán næstu ár og misseri. Fyrsta fasteign gildir fyrir alla launþega sem ekki hafa átt fasteign, tugþúsundir manna munu geta nýtt sér hana til þess að auðvelda sér fyrstu kaup. Aðgerðin varanleg, hver og einn getur nýtt hana í 10 ár. Heildarumfangið 50 milljarðar. Allir launþegar sem ekki hafa átt fasteign geta nýtt sér fyrstu fasteignina. Við gerum ráð fyrir að 14.000 manns munu nýta sér hana á fyrstu skrefum. Fyrir par þetta 10 milljónir krána í skattlausum séreignarlífeyrissparnaði sem hægt að nýta í úrræðinu. Það jafngildir 3% stiga launahækkun yfir áratug. Úrræðið fyrsta fasteign gildir í áratug fyrir hvern og einn en varanlegt í eðli sínu. Þetta var kynningin á fyrstu fasteign. Þakka ykkur kærlega fyrir.